Góðan dag og þakka þér fyrir að taka þér nokkra mínútur til þess að skoða þetta YouTube myndband. Ég heiti Þórður Víkingur, ég er verkfræðingur og var lengi í eldlínu sem stjórnandi en hef nú starfað síðustu árin sem fræðimaður háskólakennari við Háskólann í Reykjavík og þá er ég stjórnunarráðgjafi. Það hefur tekið þátt í verkefnum til að endurskipuleggja og leita hagræðingar hjá tugum fyrirtækja og ráðuneyta og sveitarfélaga, stofnana, félagasamtaka og svo framvegis. Hef verið lengi að. Mér langar að deila með þér minni reynslu eftir 20 ári í þessum bransa. Ég held að við þurfum stundum að skoða hvernig við leggjum réttar áherslur í svona verkefni og ætlað því til sanninda merkis að nefna nokkur dæmi. Þetta eru sannar sögur. Ég er búinn að staðfæra þetta pínulítið svona í þessu tilefni en þetta gerðist allt saman svona nokkurn veginn á þennan hátt sem að hér greinir frá. Fyrsta dæmi sem ég ætla að nefna er fyrirtæki sem ég vann fyrir og það hugðist leita að meiri hagnaði, að finna leiðir til að hagnast betur með því að fjölga viðskiptavinum og hafði gert áætlanir verulega fjárfestingu í markaðsmálum og sölu átækju og öðru slíku. Við höfðum aðra hugmyndir og lögðum áherslu á að þetta fyrirtæki myndi halda betur í sína viðskiptavini, sinn kunnabasa og það varð úr og þetta fyrirtæki náði með slíkum áherslum að auka hagnað per hverja sölu úr 10,1% í 15,5% sem er 35% hagnaðaraukning per hverja transaksjón og leiddi til mikils fjárhagslegs ávinnings án mikillar áhættu eða fjárfestingar. Auk þess auðvitað sem tryggur viðskiptavinur skila sér í betri afkomu. Annað dæmi er einnig tengist hagnaði og þetta fyrirtæki var svona að leita að leiða til að auka tekjur. Við töldum að það væri betra að leita inn á við og þá kom meðal annars þessi mynd í ljós að það var alltaf mikið fjárbindingi lager og við lögðum áherslu á að auka velturhraðabyrða, nánast að tvöfalda velturhraðabyrða og þetta skilaði sér í kostnaðarlækkun upp á 8 milljónir og auk þess sem að skilaði sér í svona hugsun sem að leiddi til þess að þetta fyrirtæki fór að reyna að lækka innri kostnað með öðru ráðum. En þessar 8 milljónir voru stór hluti af hagnaði þessa fyrirtækis þetta rekstrarárið. Þetta finnst mér skemmtileg dæmi. Starfsmenn þurfa alltaf að hjálpa stjórnendum við að ná árangri þegar á að leita að leiðum til að auka hagnað eða hagræða eða hvað það nú er. Og eitt af því sem að við gerðum í þessu verkefni var það að þetta fyrirtæki átti kannski ekki alveg, það má segja að það var svona ákveðið skipulagsleysi og skortur á samvinnu sem var bersýnilegur til við skoðum málið. Og til þessi erum við að selja starfsmönnum það að taka þátt í því með okkur og öðrum að auka skilvirkni og bæta framleiðni, bæta ferla og annað slíkt. Þá leiddu við þeim fyrir sjónir hversu ótrúlega mikil kostnaður er fólginn í dauðum tímum eða því sem kallum iðjuleysum peningum. Eða iðjuleysir peningar er sem sagt tími sem að er varið til einskis, til dæmis of langur biðtími, of langur uppstillitími, flöskuhálsar í framleiðslunni, fundir sem skil ekki neinu, verkefni sem að er fylgt eftir með ómarkvissum hætti, það veit allir auðvitað hvað ég á við. Og þetta fyrirtæki, það störfuðu 55 manns hjá því og starfsmenn voru sjálfur spurðir að því hversu mikið af tímanum þeirra verið fundi og hversu mikið af þessu fundum væri waste of time eða sem sagt tímaeyðsla. Og þessu var síðan umbreytt í fjárhagsleg varðmeti. Þetta er sjálfsögðu ekki bóka og neitt lykil sem heitir þetta en þessar reiknaði fyrir leita öðruljós að tímaeyðslu fundir á þessu fyrirtæki voru að andverði 160 milljónir næstu því. Og ef við berum þessa tölu saman við kostnaðinn við leigu þá er hún miklu herri. Og þetta varð starfsmönnum mikil hvatning til þess að leggja sér fram það að hjálpa til við það að auka skilvirkni innan þessa fyrirtækis. Það get ég alveg fullyrt og skila það miklum árangri. 158 milljónir rúmlega. Ég hef mikla reynslu á því að innleiða gæðakerfi og ég tel að það sé auðvitað hið besta mál. En gæðakerfi er oft á tíðum fyrst og fremst notuð til þess að bæta skráningar. Ég tel hins vegar að
gæðakerfi gefur líka mikið tækifæri til þess að lækka kostnað og minnka sóun í fyrirtækinu. En þá þarf hins vegar að nota það til þess að skilgreina umbótaverkefni og mæla árangur fyrir umbætur og eftir umbætur og þessu ég náttúrulega umbreyta í peningalega stærðir. Ég sjáum skemmtilega mynd mælingakerfi sem við innleiddum og við sjáum hvernig starfsmenn á betri tökum á því að fækka göllum og þetta skilaði mjög miklum árangri á allan hátt. Ánægri starfsmönnum, ánægri viðskiptavinum og meiri fjárhagslegum ávinningi fyrir fyrirtækið. Verkefnastjórnun er kannski það sem ég er þekktastu fyrir. Menn fara á námskeið og menn leggja mikið á sig til þess að innleiða verkefnastjórnun og það er skiljanlegt, þetta er vinsælasta stjórnunarform samtímans, en það er einnig mikið kvartað yfir því að verkefnin takist ekki nógu vel, þau taki á langan tíma, þau skil ekki nægilega mikilli framleiti fyrirtækisins og við þekkjum þetta nú flestir. Og ég tel að hluti skýringarna gæti verið sá að við kerfisetjum ekki verkefnastjórnun í fyrirtækjunum. Og hér dæmi af einum af mínum viðskiptavinum. Þetta er fyrirtæki sem er með stóru verkefni og hvert verkefni er með tiltölulega lága framleiðaprósentu og þar lendi hvert einasta prósentu viðbót í framlegð skila miklu fjárhagslegum ávinningi til þessa fyrirtækis og okkur tókst algjörlega að umbreyta verkefnastjórnun innan þessa fyrirtækis með því að innleiða þetta kerfi og allar tímasetningur eru nákvæmnari, framlegð jókst, gæði verkefnanna eru meiri, öll festa miklu meiri og allt saman skila þetta miklum ávinningi til lengri tíma litið. Nú, síðst dæmi sem ég ætla að nefna tengist áhættustjórnun sem ég ætla ekki að gera sérstöku umræðuefni en áhættumat getur leitt margt áhugavert í ljós og hér er dæmi það sem menn héldu að vera í gangi þar að segja þetta framleiðslu fyrirtæki eða samstæðingafyrirtæki, viðskiptavinurinn hefur áhuga á vörunni, kaupi tækið og svo kemur þetta ferill og hann enda með því að tækið er afhent kúnnanum eða svo héldum menn. En þegar við skoðum þetta betur kom þetta ferli í ljós, það er að segja eftir að kúnninn fær tækið afhent, þá sjálfsögðu ætlar hann að nota tækið og þá er spurning hvort tækið sé lægi eða ekki. Nú ef það er lægi þá svo sem máli leyst, en ef ekki þá fer í gang ferli sem ég nú ekkert að fara út í það nákvæmlega skilgreina hér, en það er bara vesen og þessu síðan umbreytum við í fjárhagslega stærðir. Og það kemur ljós að þetta vesen var 18,4% af heildarkostnaðinum við ferlið. Og þetta er raunundar mjög varlega áætlað. Þetta er nú líklega miklu hærri tala, en látum það nú líka milli hluta. Þarna var sem sagt tækifæri til þess að sækja mikla peninga, aukast auðvitað að auka líkurnar á því að viðskiptavinur sé ánægður, því að þetta sjálfsögðu er ekki hægt að búa við að svona hátt endurkomuhlutfall útseldra vöru sé við líði. Þetta er sem sagt mín reynsla í hnotskurn. Ég tel að besta leiðin til að hagnast sé yfirleitt að reyna að fara inn á við, skoða hlutina inn á við, reyna að hagræða, bæta það sem við erum með því að svona gera okkur skilvirkari í allir starfsemi. Eða eins og ykkur sagði, besta leiðin til að græða er yfirleitt að hætta að tapa og með þeim orðum ætla ég að þakka fyrir mig og vona að þú hafir haft pínlítið gagn af þessu og kannski heyrist við síðar. Takk fyrir.